FM 95 blöður hafið göngu sína á, ég ætla að segja bara fínasta föstudegi, Blöndaleiti og sitt í mínu sæti og beint á móti mér eru sömu tveir menn og hafa setið á móti mér síðustu 11 mánuði held ég, því að það verið enginn fælt til útlanda eða gert neitt í heilt ár að verða. Nei, var þetta ekki mass sem þetta byrjaði? Skemmtir ekki máli, ég ætla að byrja á fyrirliða þáttarins. Hann búin að vera skellbrósandi hérna síðustu mínútur og tala þessi besti dag á lífsans, þannig þar líka að spyrja hann, en ég ætla samt að spyrja Egil, hvernig ertu? Ég hef aldrei verið betri. Það gott að heyra. Ég hef aldrei verið betri. Nei, þú lítur vel út í dag. Takk. Ég hef stundum rakkaði niður. Já, ég líka, Ekki rakkaði niður. Málega sem ég er búin að gera, ég er búin að læra eitt. Já. Ég kem inn, fer inn á klósett, laga mér hárið, svo ég fáðu ekki skít frá the poop. Nei, ég meina, sko daginn, þá varstu hvítur, þú varst með skegg og lubba. Ég hef ekki séð þig svona síni kynntist þér. Það var pínu eins og það eru búin að gefast upp í COVID. Það er líka kannski að það var janúar, öllum að sama, sem gleymi ég í radio og 1/3 af þjóðin að hlusta og ég þarf að passa mig sko. Þannig að ég rakaði mig og ég fór í tan í gær. Það er bara þannig. Þú veist, samt er ekki að gera neitt, ég bara mæti í radio sem fyrir bara heim sko. En þú ert samt eini þetta í þættinu sem er stundum að spreyja þig ylvætt og í síðasta þætti þá tannbustaði þig sem var rosalega skrítið. Já, ég er með beauty-töskunum minn alltaf með sko. Af hverju? Við erum byrjað 3 og svo ferðu heimtíðin. Þetta því ég með langar að lykta vel og vera sexy, það er glæpur það? Það er alls ekki glæpur sko. Þetta er ef að ræða þróttaramerki það er sólaði. Nei, það er ekki sólaði. Nei, ég get ekki sagt þessi sólaði. Ég hef ekki málega, ég man ekki hvernig ég var í betra skapinu okkur núna. Breaking news fyrir Íslandingar sem hlusta núna. Við erum að fá fleiri bólöfnaskamta en plana var. Já, við fengum skell í vikun en ég ætla að kynna inn, ég er að spája að kalla hann hlutabréfakall þáttarins, því að Steinþór Róa Steinþórsson keypti hlutabréf í síðustu viku og ég held að það muni verða í end of me því að hann talar ekki um annað og ég er að bara geðveikur á því. Steindi, hvernig ertu? Herru, ég er fyllandi góður og fróandi fyrir þetta. Það er ekki rauða tölur eins og sagði við mér í morgun þegar ég mæti. Nei, dagurinn byrjaði rauður en hann endaði grænn. Þetta er ekki hægt. Það er þannig. Er alveg verið að grænn þá að því að út af þessum fréttum sem Egill voru að koma? Já, sko, þessar fréttir kom út endar eftir lokun sko. Já, en það voru mánudagur að vera græn. Eftir lokun, ég er orðin eini leikmaðurinn inni. Hvað, lokun, það 4? Nei, 15:30. Við getum orðað þannig að bara hratt spilslúrið og flugfélögin þau eru upp hérna í lokdags og fleira, þannig að það er að fólk veit að það er alltaf að gerast. Þú ert búin að tala um hlutafrið, Steindi, síðan á keftir. Já, ég er... Það er eina sem hún talar um, ég er bara rugglar að vera í kringu þig. Steindi kefti sin fyrstu byrja fyrir 3 vikum. 3 vikum? Nei, fyrir viku síðan. Hann er á þekktasti hlutabréf sérfræðingur landsins á 3 vikum. Sko, mér finnst... Er þetta ekki vika síðan? Hvernig byrjaði að vesla? Hann heyrði eitthvað frænda sig. Hvað er vika síðan? Já, eitthvað svo leiðis. 6 dagar kannski. 6 dagar? Hann heyrði eitthvað vin frænda sem segja að þessi fæsildíl væri onn. Steindi hljópið hlutabrið. Við getum orðað þannig að ég fóð þykkurinn og svo náttúrulega má ekki gleyma því að maður þarf að vera með smá pungi breiðunum. Það er bara að maður þarf að fá sér síkó þegar tölundan rauðar. Basically eina sem Egill segir við þegar við erum 3 saman, Steindi, þú verður bara aðeins að vera harður. En málið er að ég er ánægð með hvað brefin er að rjúka upp. Það er gott að heyra. Og ég er helviti gaman að því. Við ljúum ekki að hlustum bara svona hratt, ertu upp eða niður síðan og fórst inn á hlutabréf. Ég geti verið aðeins niður en það er nú bara tímabundið og þú sér það er alltaf rjúk upp. Ég meina fyrirtæki okkar, það ríkur upp. Ég hef aldrei séð aðra eins tölur. Þú varst líka í sérfræðingarspjalli í Harmageddon í morgun. Ég hlustaði á það þegar þú og Frosti og Erpur og Kristján Ingi Mikaels voru að ræða þetta Bitcoin. Þetta var klukkutíma spjall. Ég veit að hlustaði okkur svona 3-4 klukkutíma viðbót. Ég er mjög gaman að rafmyndinu líka og það er náttúrulega ekki bara ég sem er komin í brefin, heldur er Blöðpúp komin í myndina. Þannig að það er alltaf gerast þegar ég fyrir Blöð. Ég er með sko bara svo hlustandi við Blöð er komin á Bitcoin lestina. Já, en veistu af hverju það er? Af því að þú varst búin að tala við mig í svona hálft áru og ætlar að kaupa í Bitcoin. Gerðu það ekki? Nei, Bitcoin er fyrir alveg punga. Ég ákvað að gera það bara svo einhver sé í því. Ég á engin hlutabröðin eitt og ég á 10% af því sem að þú ert með hlutabröðin í þessu Bitcoin ruglu og ég er tilbúin að tapa. Þetta er basically eins og þegar ég lapp inn í kasino, þá er ég búin að ákvæða ég er tilbúin að tapa þessu. Það er munur. Þeir sem eiga real cash, þeir henda sér í Bitcoini, þeir touch ekki sér byrjum. Ég hef séð Blöð tapa serious cash á blackjackborðið. Nei, þú er ekkert séð með tapa serious cash. Sparkir hraðbanka, ég sé það. Og síðan sé hann öskra á dílarinn það er alveg entertainment En hefur einhvern tíma setið slagur á blackjackborðið svo kemur bara einhver lúka og tekur alla chipsana og fer einhvert og segir I'm good for it
Blöð gerð það? Já, hann tók bara með fullt af chips og fór í burtu Við vorum korið með tölu á því hvað hann tók Hann steindi sér ennþá grenjandi yfir þessu Þetta var í rúminu Fyrstu að lána hann nokkra chips Hann kunni ekki blackjack og ég var reyna að hjálpa hann Já, lánaði allt annað, hann tók það, hann rændi þig En má ég koma með break-up Það er margir hlustar núna sem eru kannski on the road og er ekki búin að lesa nýjastu fréttir Ég þarf að koma með update Þetta radio er current hjá okkur Við beinni útsettingu Þetta er ekki upptekið Hann er að lesa eina setningu Viðbóta samningur ESB sem voru að gera við Pfizer gæti þýtt að hátti 30.000 fleiri Íslendingar en var gert ráð fyrir verið bólusettur með Pfizer á næsta ársfjórðingi þannig að við erum að fá 30.000 manns aukalega en plana var og það er bara byrjunin Það er bara byrjunin og sko málið Hvað veist þú það? Ég veit allt en málið Þú er ekki hundsvita Nú er að koma góða frétti Kári og Þórólfur byrja þessa viku á að hægja sér Þeir hægðu sér Þeir fóru á fund og þeir hægðu sér Af því við leinum einhverjum hlustendum sendið þú mér SMS í vikunni Egill að þú væri ekki viss hvort þú væri á Þórólfsvagninu lengur Sko málið Hvað kallar hann? Þegar Þórólfur og Kári tókst að klúðura þessum fund Nei, mér finnst þú ósækjart Ég ætla nú að taka upp hanskan fyrir Þórólf og Kára Kári er alltaf minn maður og hann veit að því Þeir hafa ekki verið að reyna En málið það Þeir klúðruðu þessu? Nei, ég ætla að segja þér Þeir klúðruðu bara engu Þessi klúðruðu þessu voru náttúrulega bara fæsamenn Þeir bökkuðu Þeir mysteriously vissi ekki alltaf að fá smitt á Íslandi Hvað kunnar ekki interneti? Það bitnaði okkur hvað voru það Máttu þetta ekki bara vera Zoom-fundur? Akkur þurfti þeir að fljúa til Íslands til að segja nei við okkur og fara upp í flugur og drulla sér heim Nei, flugur eitthvað, var það ekki bara ekki bara verið með eitthvað svona filter sem köttur og Zoom og sagt okkur bara þetta off Ég er hér og þar, það er flóiðingað og síðan heyri ég líka að þeir hafi ekki flóiðingað Það er líka fake news sko Já, það er flóiðingað, það er stíðið ykkur pollirna og sæna undir En málið er samt, sko, það er búið að lægna þessu samningu upp Einu sem þetta er að gera er að put pen to paper Þeir þótt að klúra því Var það einu sem var eftir? Það er bara málið að þið skitu Ef Steindið fara hann inn, hann er bara labbaði með blað Kvittiði, right now Ég hefði líklega lokað þessu, ég veit ekki það Hann hefði lokað þessu, OSB closing, ABC Steindið, hann ætlaði að loka þessu fyrir okkur Það er tekið 3 ár, því það er engin maður sem fer jafn mikið the dotted lines og Steindið þegar hann skrifir undir eitthvað Já, ég ger það Það er aldrei gert á þessu Einhver svona, hver er besti samningamæður Íslands? Hver er besti samningamæður sem eigur? Nei, blöð komið góða búið, þú ert mjög hægur Ég hefði kynnt með samningina sjálfsögðu Já, það hefði tekið 3 ár Já, ég hefði skrifað undir hann Já, þá var Ef Alec Baldwin hefði farið á fund með Pfizer heldur hann ekki fekið kvittuna? Ertu að tala þegar hann að leika karakter eða? Stephen Baldwin hefði klárað þetta Heirt ræðin hans, ABC og OSB Closing Þú veist að það er atriði í bíó Með Glengarry Glenn Ross sem er ykkur besta mynd sem ég sé Hún er rosaleg, það er bara þannig Alec Baldwin það geta lokað og Stephen líka En málið er, og ég er búin að vera Þórólfur átt, Kári átt alveg harður eftir hann að Pfizer dröllu They totally redeemed themselves Þegar sko, nú er ég bara að sjá góða fréttir kortir í þátt Já, það er gott að Ég hef aldrei verið betra skapi Þetta lifir alltaf, það er bara þannig En þetta er í góða skapi og það er við allir Getið fengið kaldana, það er möguleika Já, ég held að segja Skottum þau út í hérna ískáp Það er allt vel grænt hjá mér Ég ætla að senda einhvern eftir þessu bara Ég held að segja ískaldur túborg léttöl handaðir hérna í ískapnum frammi En við erum með rosalega þátt handa ykkur í dag, kæru hlustendur Það er Valentínusdagurinn á sunnudaginn og Steindi, ég hendi þér í klefa fyrir það sem að þú hringtir og varst basically að reyna að fá borð á veitingastað og biðja starfsfólkjum að reyna á konuna Það varst þú sem setti mig í það og þetta var erfitt símtal en þetta er æðislegt símtal og hérna það er mjög óþægild að hringja á hótel og biðja um þriggjarétta og biðja hérna þjónunum að reyna með frúna og hvort þið getur farið á klósett að gera eitthvað og þetta er allt svona þetta var, ég var mjög pushing it að hringja þetta inn sem svona furðulegu kall en útkoma var veistla Við ætlum í flottulega keppninu í fyrsta sinni í langan tíma. Ég spurði nú Instagraminu mínu fyrir í dag hvað fólk væri til að sjá í þema og það kom eitt gott. Hvaða lag væri undir hjá okkur að þið væri að lappa í vélina fyrsta flugið eftir COVID á leiðinni í sólunum? Ég er með lagið. Þú ert með lagið? Já, ég þarf að hugsa mitt með. En málið er, ég er hættur að vinna með Sucker My Lollipop. Já, thank God. Út af því að lagagómurinn, hann finnst ekki fyndið lengur. Ég átti að maður að sé þetta, ég tapaði með fyrsta skipti. Málið er að ég átti að geta garanterað easy win með Sucker My Lollipop. Bara ég hendi Sucker My Lollipop, ég veit. Gerðu það daginn, ég held ekki fengið einn punkt. Þannig að lagagómurinn var það svolítið að heiði í sig hann að síðan. Já, það er þannig. Þannig að við fáum ekki Sucker My Lollipop. Nei, ekki að lagagómurinn hættur að kjósa mig,
Nú þarf ég að aktivita góminn aftur sko. Það er brand new song sko. Lagi var raukt. Ég veit ekki hvort hann hjálpir að með nú kallar hann góminn sko. Ég var lagargómur. Ef ég aldrei unnið sem lagargómur þá myndur þú örugglega hugsa Akkur skýr að kalla eitthvað lagagómur. Ég var lagagómur, ég var í IKEA, ég fekk velun. Ég var hann í 5 ár sko. Já, ég var á lagað með vörlum. Ég hef slagast til laga maður sem íslíkaröðum átt sko. Ég hef reykt svo Ég var alltaf leggjandi þig. Ég hef reykt svo rosalega marga sígarettur á lagardum að það er rosalega. Þú varst baðvörður stendi? Hæ? Þú varst baðvörður? Nei, já, ég var búin að vinna á alls konar lagar maður, á liftara? Ekki á liftara. En fórstu á lagarnum í sundlaugaverðinu? Nei, sundlaugin var bara sko Var ekki nóg mikið blöðurum á lagarnum? Jú, nei, öðruglega ekki. Það fórst beint í sundlaugaverðinu. Þeir að byrja hressir. Af hverju skiptur þau? Hvað er spurningakefni? Af hverju skiptur þau? Hvað er hún? Ég verð nú samt að gefa allir það talandi spurningakefnina eftir að Ívar Guðmunds, Ævar Guðmundsson sem er jákvæðasti maður í heimi Kóngurinn Hann létið aðeins heyra það Hann skammaði maður Þá varstu búin að vera með, það eru alltaf nýja spurningar Og hann skammaði mig því ég var búin að vera með 15 þætti röð með stöðumáluvörðin og baðvörðin og flöskuborðið Ég geti mögulega girt mig og verið með aðra spurningar Ég er búin að gera það mig Ég elska faglega uppbyggilega gagnrýni Og þetta er Ævar Guðmundsson Og það breytti þessu Þetta er maður sem drekkur 18 vodka Red Bull og lappar esjun á daginn eftir Þannig að ég er hættu með spurningar í billi Er til betri peppar en Ævar Guðmundsson? Nei, hann er bestur Djöfull var ég til að sko maður þarf að vera hitta Ívar oftar Já, bara stingur upp á að gera eitthvað Já, klár Ég hef sagt sömu söguna nokkur sem veit að ég var í golfferðinni Hann er alltaf til Ég hef ekki séð hann í vondu skapi Mikið af vinum Hann er aldrei pirraður Man ætti að hringja þegar brefinu er rauð Þurfum við ekki bara að line upp steik og rauð með Guðmundsson Þegar brefinu eru rauð, Steindi Heyrði ég Ævar Guðmundsson Hann mun peppaði vel upp Hann segir mér að bara opna eitt Væsor pakka og fá mér eina langa Hann leika 100% inn í game Hann er bara að selja okkur 6 miljón ferðnur af hámarki Er hann á hlutabrefmarkan, heldur það? Það er 100% Þetta er Ævar Guðmundsson Er Ævar Guðmundsson, er hann moldríkur? Já Þetta er Ævar Guðmundsson Ég veit það var í skrítið, hann var ekki Svo, já, hvað er í spurningakeppni dagsins? Út af Valentine's Day King of Valentine's Day Ég er spenntur og hver er svona meiri Rómantíkus? Já, nei, sko, ekki þetta rómantíkus Þetta er valdinsstæðan, þetta er svona öðruvísi Þetta er ekki bara að vera rómantískur Þetta er að vera frumlegur og þetta er hefð, skiluru Ég velta þau, hver er svona líka meiri USA kall Kemur svolítið þaðan? Ég er náttúrulega meiri USA kall Já, meiri Steindi, sko Já, þú bjóst þar Það er svolítið USA blood Steindi graðari, sko, þetta er 50-50, sko Myndi ég segja Eru þið, má ég spyrja ykkur núna Eru þið með eitthvað planað fyrir Valentínusdaginn? Nei, við erum búin að fá 2 passanir undanfarið Það er þegar við fórum í ammali til huga daginn Þú þarft ekki pössum fyrir Valentínusdaginn? Landaköss, Nei, þú veist, ef þú ætlar út að borða og svolítið þarftu pössum Það er landaköss Það mökkaður hjá húki með þessi Hann tók ammali gísling Þetta var ekki landaköss sem mætti þarna lögðan Þetta var blackout Hann terroræsaði partí Hann single-handedly terroræsaði partí Það er málega, Frikki Dór Þegar Frikki Dór kom að spila í ammalinu Ég sá bara genuine 8 í augunum á hann Þegar Köss stóð upp Hann hljópinn fyrir frá hann fannst þægilegt að vita á okkur þetta En hún var ekki vel við Köss Og svo var Köss líka að terroræsa Ingo Veðuguð Það sem hann var mættu með held í 4-faldan vodka í kók með honum Köss til varnar og þá auglist hann þetta á eventinum á ammalinu að blackout Köss var á leiðinni Það tók allir mjög vel í það Þannig að fólk sem tók vel í það getur ekki verið að grenja eftir ammali Við elskum Blackout Köss Ég finnstu ræðu sem ég hýrt á æðinni AC-hópurinn elskar Blackout Köss og Landaköss er náttúrulega miklu meira celebrity í dag en Blackout Köss En í máli, ég tók upp ræðunast Landaköss Ég er búin að horfa á hana svona 10 og leið og Landaköss gefur mér grænt og setja hana on the line Þetta er það góð ræða og það er að vera on the line Ég get vel að staðfesta að þú munt aldrei fá að setja hana on the line En ég spil Landaköss hann mökkað Ef við fáum að setja ræðunast Köss on the line það er rosalega það er allt grænt Þetta er óundibúið ræða Það er best að ræða þessi ég Þetta er í fyrsta sinn sem ég sé Þetta er bara einn og sennilega besti vinnu minn Ég hef aldrei séð hann tala áður í ammali Nei, líka að lappaða mæknum og svona reyfan hann og svona hljóðbra Hann tók líka mic drop eftir ræðuna En ég datt af stólum Og þetta er ekki svo lí Þetta var að finna þessi
svona ef við gefum eitthvað smá ræðin og hann að tala hvað var pirrandi eftir að Hugi var svo góður að dansa í félagsgnustinu og þetta var því tímabili sem að Cuz var running dry pussy. Það var með svona shuffle dans Húkimenn. Ég sé Húkimenn á danskóna, hann leiðir á sér Húkimenn. Já, og sko finna allt sem að Cuz var að segja í ræðinni var rétt. Manst eftir húnum á gólunu á shuffling. Þannig að hann var ekkert að bulla neitt. Og var hann getting all the ladies? Nei, það var þetta að kjafta þig. Sorry, ég hefði þetta að hlusta. Þú varst ekki eitthvað valandi kvennfólkið. Ekki vann með þetta Húkimenn sko. Nei, hann er helviti graður sko. Það var kannski bara í litla skóið þar sem enginn sá, ég veit það ekki. En, já, litla skóið, það var Söðarklóki. Nei, hann er á Akureyri, við bara kerðum yfir. Litla skóið, ég elska þetta. Það er svo mest að njálga bæli sem ég hef heyrt. Það er rétt á Hringtorginu það. Litli skóður, ef við aldrei farið með eitthvað þangað á Söðarklóki. Please, ekki gera það bara. Mér vilt bara ofurölu þeirra mann sko. Það er paradís mann, ég þarf eiginlega að sína ykkur litla skóð, hann er geggjaður sko. Takk. Já, en já, eins og þið heyrið, kæru hlustendur, og þá eru við í gír. Ég veit að þið eru í gír, það er föstudagur, það er farið að birta, fjandinn hafa það. Við getum ekki sagt þess að komið voru í pungan. Erum við ekki svona aðeins að Já, sko, með nýju fréttirnar og svona. Ég get alveg sagt að ég kom með nett voru í punkt sko. Góða fréttir með bóluefni og sunshine, ég aldrei veit. Það er gott að ég heyrði í diggum hlustanda rétt fyrir þátt. Hann heiti Hjörvar Hafliðason og kallar sig Dr. Fútból með eitt besta podcast, ef ekki besta podcast landsins, og hann sagði mig blöð. Hann er staddur á Akureyri núna með fjölskyldunni. Hann sagði nefnum að gera með eitt greiða. Ég bara hvað? Spilaði Bubba. Nei, hann sagði ég heyrði Daniel Ágúst, hann er hjáður á sunnudaginn í síðasta þættinum á tónlistarmönnum okkar. Ég sagði já, það passar. Veistu hvað gets my dick hard? Nei, hvað? Frelsið. Ég bara ok, ég spilaði fyrir þig. Frelsið er yndislegt. Þetta er að sjálfsögðu ný dönsk og já, þetta er í fyrsta sinni í langa tíma sem við byrjum þáttin ekki á Bubba Mortens. En já, Daniel Ágúst er síðasti gesturinn í tónlistarmönnum okkar á sunnudaginn klukkan 7 á Stöð 2 og ég verð að viðurkenna, drengir, að Daniel Ágúst ég vissi minnst hann af öllum sem er í þáttunum hjá mér. Þetta er einn mesti listamaður sem Íslandi hefur átt. Sko, hvað eru margir sem eru með Guskus og Nýdönsk, svona tvær stórar hljómsveitir á bakinu á Íslandi? Og hann er mjög góð fótur. Fyrir utan það, hann er eitrað töffari og ég mæli með þættunum, hann er geggjaður. Já, þetta er náttúrulega, sko, er þetta ekki bara upprunalega MH, hljómsveit? Jó, Nýdönsk, also Hjaltalín og fleiri bönd, Sprengjuhöllin. Geggjað dæmi og já, hvet ykkur til að tjekka á því á sunnudaginn. En það er komið að slúðri, drengir, hér í F95 blöð. Brakandi fesku erlendu slúðri. Já, eru þið tilbúinir? Við erum klárir. Egil, þú eru mjög ánægð með fyrsta mólan því að það er Kim Kardashian, vinkonaðinn. Þú ert að huge. Já. Þetta er reynda búið að vera í öllum miðlum. Ég var búin að seifa þetta á þriðjudaginn en fuck it. Sko, rúmmálsaukandi aðgerðum á raskinum hefur fjölgað 77,6% á heimsvísu frá árinu 2015 og má það rekja til Kim Kardashian. Það sem að hún hefur talað opinskátt sínar aðgerðir. Það var rassliftingar. Já, og ég fór eitthvað að lesa betur þetta. Þetta er, ég veit það ekki, kannski verð ég bara eitthvað gamall skallinn og sköllóttur, en það er verið að taka fituna úr líkamæðinum og sprauta því í raskina. Í bossan. Já, og þetta er orðið mjög algengt hjá konum. Er þetta búið að vera algengt lengi? Nei, ekki svona algengt. Þú sér það er 100% aukning næstu á 5 árin eða 6 árin. Það er rosalegt. Og þetta er, sko, svo er annað í þessu. Það eru 3% líkur að þú deyir við þetta. Þetta er ekki hættulaus aðgerð. Og hvað, já. En sko, ég menna að þú getur líka alltaf bara að fara og tekið hrigilega hnepa í rektinni, sko. Það er ekki að fara að sprauta fitu inn í raskatu. Sem ég myndi alltaf hvetja fólk til að gera. Eða hvern fólk eða kallmenn. Nei, ég menna að þú vilt bossa, kúlubossa, work for it. Beidu, er fólk að leitast eftir feitu raskati eða svona mössuðu raskati? Bara svona stærra feitu raskati. Nei, ég er að átta maður hvað er þetta. Þeir sem fara í aðgerðina vilja ekki endilega feitt raskat. Nei, þetta er svona massíft. Svona stórt. Það er að vera að sprauta fitu samt, en ekki að vera að sprauta muscle. Nei, það er það sem ég var að velta því fyrir mér. Af hverju að vera að sprauta bara einhverju fitu? Þú hlýtur að þurfa að síðan að fara og work out. Ég myndi freka bara í staðan fyrir að gera þetta æfa, sko, persónulega. Já, alla dag. En það er basically verið þannig, þú færð auka fituna, verið að sprauta henni, síðan þarftu að fara að breyta fitunni. Þetta er rasslifting. Já. Já, ég meina, en hérna, Við ljóðum ekki á hlustendum, hafið þið farið
Ykkur að lítið aðgerð Nei, því miður Því miður, já Já, ég var veist að testa það eitthvað tíma sko Veit ég alveg hvað ég ætti að henda mér í? Steini, hefur þú gert eitthvað? Nei, sérðu En ég veit ekki Ég sé búin að vera fullt að nýta Ég hrifnar Ég myndi, Ég myndi ekki Sérðu, þú bara lítur ágætt lút Steindi geti botoxið kannski svona 5 ár Hann er samt yngstur á okkur Já, eftir 5 ár Þá áttu basically að segja við að gera á næsta Já, við myndum ekki nenni þess Nei, ég reykti 17 ár En ég sko Reyndar Steindi líklegastur okkur því að enginn spáði meir í útliti sínu Nei, ég myndi ekki hika við að keyra mig í góða lítaðgerð Ég bara veit ekki hvert ég að ringja sko Nei Ég veit ekki hvert ég að ringja En mundur einhvern tíma að taka fitu úr líkamæðinum og setja hann í raskataður? Nei, það myndi ég ekki gera Með fína bossa sko, það ekki? Já, jú, það er bara svona Það er ekkert að rassinum að þér Nei, en þú veist Hvað er að bögga þig mest ef þú yrður að gera eitthvað? Hvað er að bögga mig mest? Er það pókandir undir augunum? Já, það eru pókandir svona í kringum augun Ég er nefnilega, sko, ég er með ættgengt sko, allir í fjölskyldur minni eru með póka Ég fæ rosa póka Já, við erum allir með póka, sko Nei, ég fæ rosa mikla póka Ég hef verið með póka síðan ég var bara krakki sko. En hefur þú prófað að borða holla mat í viku? En sko, ég er líka Ég er ástæðan fyrir ekki að póka því að það var fyrsta sem ég hugsaði mig sjálf á mig sko. Já, málega eins og með þetta Ég borða náttúrulega bara heimismat sko. Svo málega nú drullar maður á sig í matur eins og allir aðrir inn á milli og þegar maður gerir það rosalega munur á andlitun aður versus bara eftir nokkra dagar klín Einu skipti sem ég sé mun á andlitun á mig það er ég búin að taka 2 daga fyllir í Já, bara og borðar holla mat og hreyfið þá er andlitið og það er Munið þegar maður tvítur og tók 2 daga fyllir í maður var einhvern veginn svona þingulega sætur einhvern veginn maður bara svona ferskur Já, búið í dag Í miður Þegar ég kom frá Atlantic City kona mín sagði mér ég að elst 7 ár Já, það er hræðilegt það kemur heim lítill líður Það var líka AC sko En svo strákar, svo finnst mér líka Svo finnst mér líka svona er ekki Íslendingar svolítið lausir við það svona eins og liðið bara LA gengið sko bara svona Hollywood og allt þetta svona erum við ekki alveg til í eldast þú veist, það er ekkert eitthvað rosalega neikvægt að fá einu frukku maður sér ekki marga Íslendingar sem er eins og ég veit ekki hvað það er búið að strekka svo rosalega fólk já, ógeðslegt að sjá þetta nei, það er það komið hingað að einhverju vit já, það er business is booming ok, það er booming, ég veit það en er einhver Íslendingur það vel strektur þú sjáur það á hann Íslendingur er kannski meira bara í einhver botox og svona smottir í sko ekki svo Simon Cowell sko hvað er hann að gera? Ég veit það ekki Sáðu myndin á honum nýjastu, þetta er ógeðslegt sko Sigrún, kona mín hún sér sko, hún alltaf er búin að vera í snirtifræðinni og alltaf er búin að læra þetta allt og jæri hún sér strax hvernig fólk er búin að fara í þess að settluðu sprautur sko hún bara, já þessi er búin að fá aðeins þessi er búin að fá aðeins ég myndi aldrei taka svona, þú veist, ég spotta þetta ekki sko þá erum við að tala sko botox bara svona aðeins að yngi upp sko já, ekki það ég sé að dæma það næsta slúður Paris Hilton hún var að gefa kærastan sínum viðskiptamanninum Carter Reum óvenjulega afmælisgjöf á dögunum hann var 30, hann jafngamall við og hann fekk risastórt málverk að gjöf frá kærastinni sem var nú ekki frásögu færandinu en þetta málverk er af þeim tveim að kyssast eða þess að hann að kyssa henni ennið og hann sagði að þetta væri það raunverulegt málverk hann held fyrst að þetta væri ljósmynd en þetta er málverk, hérna sjáu þið málverkið wow. Þetta er voða hvað er þetta metið á þetta málverk í dag? Það veit ég ekki langa mig í það er þetta ekki bara eitthvað sem er fyrir þau til í það hann að kissa hann ennu, hvað myndir þið gera við þetta? Ég horfði á DJ-set með fellow DJ Paris Hilton á Tomorrowland já, þú varst að rósa henni hún var með hell of a set já, það er gott að heyra, því ég er alveg tím Hilton sko og ég er að fara á Tomorrowland já, sko, ef ekki tæft í sömar, því ég er með gríslingi mæ hann er tæft, en næsta sömar það er mættur aftur þá er ég að fara á main stage hvað varð hann eiginlega? Það varð hann og var á Tomorrowland, þú varst heima frá ég veit hún var að DJ einhvers þar á okkur festivali 180 einu sinni var hún bara, skilur það var allt grænt í gangi hlutabrið voru uppi þar nú er hún prime, hún er vinsæl DJ fram á því var hún bara eitthvað clown nei, hún var skrifaði, þú lýsir upp tilveru mína þú ert mér allt og gerir mig hamingju sem er stúlku í heimi á hverjum degi hún var reysa stór með raunveruleika þætt það var allt í gangi en þú er stendið mjög góð að spotta þetta hvað heldur þetta að vera lengi þetta samband Paris Hilton og Carter Reum ég er mjög stutt alveg svakalega stutt þau eru búin að vera saman síðan 2019 þetta er þetta í 2 ár og hér stendur það mikil alvara í sambandinu ég meina þau eru komið málverk
Já, sko, málverkið gefur mér alveg, það eru warning bells í kringum málverkið, það er bara þannig. Já, og svo náttúrulega má ekki gleyma að cocaine is a hell of a drug. Þegar kemur, hún á festivalum og að DJ-a og þetta svona oftast litnar upp úr þegar annað að þegar snjóar hjá öðru þeirra, sko. Dagurinn sem að Rakel myndi gefa mér í fertugsamæliskeið málverk að ég að kissa á hann ennið það er bara þá myndur við vita þá verður verið að snjóa hjá henni þetta ef maður hugsar út í þá er þetta vel grilla shit já, bara það grillaðast Herru, svo er það bíberinn í lokin pakki og púbita ég hugsaði til því þetta er Kim Kardashian, Paris Hilton og Justin Bieber það er svo mestar að gera menn hafa pínu áhyggjur á honum hafa ekki áhyggjur á honum það er á dælunni nei, hann er byrjað að posta rosalega mikið af textum á, sko ekki bara á story á sér heldur hann á Instagraminu eins og síðasta sem hann postaði inn You're a Miracle það er bara fallið til hann já, það er Jay-Z já, en svo hérna var hann að posta líka daginn Following Jesus is simply believing and receiving his forgiveness it's not all about following rules það ennþá öfgatrúi what's your relationship with Jesus change from a have to what want to God only wants your best he is trustworthy góða punktur já, þetta er einhver frábært punktur í honum og tekið undir það en hann er það er svona eins og að sé eitthvað ég veit ekki, ég er náttúrulega að taka þetta bara einhverjum bandarískum síðum þetta er á Instagramin hans ég veit það og hann er orðin mjög grimmur að posta einhverjum svona trúarjátningum þannig að menn halda hann sé kannski ekkert á besta staði núna nema svo er kannski bara á mjög góðum stað og þess vegna hann postur já, ég er að skoða ég renni við Instagrami núna þetta er Myndur þú ringi Egil ef hann væri að posta þessu öllu? Já, ég myndi spyrja hvort það væri allt í lagi ég meina, sannsamt ekki sko með hvað hann er með ógæðslega marga followers það voru fáir að læka myndir ég veit að, ég held að followers séu konum með leið á þessu sko hann er samt með 162M já, síðasta myndans You're a Miracle hvað fekk hún, 600 likes eða eitthvað já, 600 og það er heldur lítið ratio af followers sem hann er með sko þannig að þau eru þetta ekki búin að unfollowa fólk er að gefa honum séns já, heldur hann sé á slæmum stað Steindi? Já, því miður já, það er vont að heyra já, við höldum ekki með honum og þetta skýrist náttúrulega allt saman hann er náttúrulega bara í frekar svona flóknum og erfum pakka líka ég meina, hann elskar Jay-Z já, það er bara fallegt þetta var slúður pakki dagsins við skuldum auglýsingar, drengir Þú veist að koma mikið að lögum frá Jason Derulo þessa dagana hann er TikTok-stjarna og ég held að það sé að hjálpa ferlinum hans svolítið svei með þá þetta lag heitir Love Not War og óskanir til hamingju með það voru það að fíla þetta, drengir, eða? Ég var upptekinn, ég var ekki að hlusta nei, ok, það er gaman að heyra ég var completely honest, sko, það er lægja ég hef ekkert að logið og sagt, já, mér finnst þetta ekki ekki en ég lík ekki hlustandum, sko nei, og Steindi er örgulega að skoða hlutabriðinu sína á símanum því hann talaði ekki en Rikki reykir mér nokkuð, ef Rikki er hlustað nei, ég meina, þú veist, is what it is menn verða að hafa skoðun þú veist ekki eins og hvað erum að tala ég var ekki að hlusta og Steindi var ekki að hlusta Þið voru ekki að tala um þetta lag sem hann er að dæla út ég er að hlusta, sko ég var bara að spyrja hvort eitthvað finnst þetta flott lag já, þú veist, mér finnst þetta bara að vera eins og öll hinn veitu hvað við, ég er ekki að fara heima að hlusta á þetta en ég held nefnilega hann er að stækka rosalega aftur út af TikTok hann er alltaf að negla lögum þar inn og fólk að gera að dansa við löginan sko þá verða það vinsæl ég held að þetta sé mjög sniðug strakið þið mikið að hanga á TikTok? Nei, ég er ekki eins og ég fer stundar inn bara að skoða vídeo, ég er ekki með reikning ég hef aldrei farið inn á TikTok bara aldrei, ég bara sé TikTok inn á Instagram ég hef nokkra vini sem farað inn bara að skoða gellur sko já, ég er nú meira sko það eru sko grínvídeóar og íþróttavídeóar Steindir ekki að skoða gellur það voru einhverjir gaurar þykist þú við það? Já, ég veit það, málega er að síðan tók ég rant daginn og þegar ég var búin að tala við the officers of the law og ég tók rant hérna hann var skýtt hrættur og delete his account það virkar ekki að taka rant í FNÍ5 blöð ég er toppmálum í dag ég er ógeðslega lítinn ég er mjög lítinn tóla ef hann er að hlusta í dag þessi glæpmaður, thank you já, ég ætla að tjekka hvort að minn glæpmaður sé ennþá að þykist á því að þá ætla ég líka að heyra hans í The 5-0 það er komið að dagskrárlið sem að nú ekki nýra nálinu búin að vera á þessum tíma í nokkra mánuði og það er hvort myndur frekar já sko, myndur fyrir cash hefur ekki verið lengi er að taka það næsta fyrsta rosalega ég meina, þið drepa, ég meina sem er trailer myndur verið cash já, ég veit það fyrsta spurning, eru þið ready? Við erum klárir og hún er frekar ógeðslega við á hreinskilin og það er
leikmaður KR Pálmi Rafn sem á þessa spurningu. Þetta er toppmaður. Það er góðu félagur, ég leiði gilsa. Já, þú finnur eiginlega ekki betri mann, ég skal gefa það. Ok, en spurningin ógeðsleg. Hvort myndið þið frekar borða æluna úr maka ykkar eða skítan úr sjálfum ykkur? Ég myndi borða æluna úr makanum. Æla er skárið en kúkur. Það kemur samt út því. Já, ég veit ekki. Séð álveru gamaldags ælu. Já, old fashion æla, já. Og svona blóð í henni og... Ég ætla að vona að fólk sé ekki að borða það núna. Hvað ég er að tala... Þetta er ógeðslegt. Ég sé eftir þessari spurningu, Pálmi, hvað er að þér? Myndur þú borða það frekar en... Nei, ég veit ekki. Þú séð álveru ælu. Hún er ógeðsleg. Gekkjótt og... Ég meina, hvað er ekki... Það er ekkert verra en ælupest, sko. Nei, það er ógeðslegt. Þetta fekk hann að síðast ég var 7 ára. Steindi sagði samt mjög hratt bara æluna á konunni. Já. Ég ætla ekki að hugsa til enda, sko. Það er líka alveg, þú kúkar ekki, þú veist, það er líka alveg einhverju kekkir þar og alls konar svona drass sem varst að geta bara fyrir daginn. Er þetta teskeiðað kúk? Þetta er bara svo að taka bara smá kökusneið í rauninni, bara smá svona... Nei, þetta er bara sem kemur út við þér. Já, allt saman. En þú veist, það er meiri mér líður þess að ég geti drukkið bara ælun og tekið á kassa. Hitt eftir að borða. Ég ætla að fara í næstu spurningu. Ég get ekki rætt þetta leikur. Þú komst með þetta? Já, Pálmi kom með þetta. Já, hann er bara að fara veikur, sko. Hvort myndið frekar? Vil ég vera loðnasti maður heims eða niskasti maður heims? Þetta er góð spurning. Hvað er þessa? Loðnasti maður heims. Sko, það er ekkert verra en að vera nískasti maður heims. Nei, það er nískir menn mega, sko, sem bara... Það er hræðilegu galli í fólki eða út nískur. Já, ég meina, það er bara líklega versta sem þú getur verið, það er nískur, sko. Sko, loðnasti maður... Sparsamur er annað, nískur er allt annað, sko. Það er heiminn og hafa milli sem vera sparsamur en skynsamur og nískur. En loðnasti maður heims, ég man ekki hvernig maður líka sár síðan, sko. Já, sko, ef þú ert loðnasti maður heims þá ertu basically bara svo skóafjöld að við séum þess að loðnu gauðra. Hvernig ég ætla að skrifa núna hairiest man alive. Já, ég vill ekki sjá það heldur, sko. Herðu, strákar, eru það að grínast? Sjáu þið? Hvað? Já, nei Þetta eru gæjar sem eru bara með hár, eða þú veist, það er eins og þetta er bara þeir eru með herr. Þetta er svo skóafjöld. Nei, ég er að segja þeir eru bara með hár eins og við erum með höfðinu í andlitinu. Já, þetta er æðilegt. Sko, eins ömulegt og það er þá þegar ég vera nískasti maður heims. Þannig ég er að fara Þú tímir þá ekki að keyra bíliðin ykkar niður í vinnu. Já, nokkra svona félaga. Það sem ég er að fara að gera er að þegar við sitjum á veitingastað kannski 12 saman, ég sé að the check er að dett inn. Þá er ég svona, hörðu, ég er aðeins að skrepa á salerni. Sen er ég þar í 45 mínútur og þá veit ég að borgarreikningin kenn tilbaka. Þetta er gott trikk, sko. Þess að vera helviti góðu hugar. Ef þú nískast að maður heims þá hefur hvort þeir aldrei pantaði neitt. Þú hefði beðið þá að strákunar allir búin og spurt bara ætlar að klára þetta. Það er next level shit. Má ég fara í afgangin? Já, þú hefur sagt þér, ég hef búin að borða, ég er ekki að panta mér eitt og sér, hörru, ertu búin með þetta? Já, það er nískast að maður heims. Next level með þetta. Þú hefði gert það. En sko að vera, sko, ég vorkenni rosalega þeim sem eru svona öfgalóðanir, sko. Það er alveg margir en á móti, þú veist, getur alveg farið í, þú veist, það eru háriðingakreminn. Nei, það mátt það ekki. Já. Annars verður það létt. Það mátt það, annars verður þetta er vesen, en það er samt, þú veist. Herru, ég þarf svara. Ég ætla að vera nískasti maður heimsins. Já, herru, næsta spurning, hún er svona, hann báða máttin líka. Hvort myndu þið frekar eða yrðu að taka tantranudd? Þá erum við að tala um þetta er nudd, tantra, sem er löglegt shit. Veitu þið hvað tantranudd er? Já, bara erotísnudd. Já, en ekki ekki með hristinga. Nei, ekki svoleiðis. Þannig að ég vil að það komi fram, en þetta er svona þetta er semi-ristingur í rauninni. Nei, þetta eru bara erotískar ólíur og eitthvað svona og þetta er ekki neitt. Engin ristingur? Nei, þetta er ekki þannig. Ég er að spurja. Þetta er spurningkefnið ekki? Nei, þetta er ekki spurningkefnið. Hvað er hinn valmöðuleikur? Nei, spurningkefnið. Það er ekki valmöðuleikur. Og sko, ég vildi bara koma þessu frá mér áður en ég spyr. Já, hvort myndu þið fá tantranudd frá mömmu ykkar eða systur ykkar? Ég myndi segja nú er það eiginlega plead the fifth, sko. Nú eru komnir í það félag. Ég myndi segja þetta er ekki, þú veist ég sé eftir að spurst. Já, ég myndi samt alltaf bara velja sýsti mína, sko. Já, frekar mömmu. Það var sýsti hennar hrista. Nei, þú var að hlusta. Nei, þú sagði það. Þú sagði það var heldur fljótt að segja sýsti. Bara stað Helviti fljótur að svara þarna. Það er mikill munur á erotic og sexual.
En hvað þarf eiginlega að gera? Hvað er sýst í eina stendi? Því að mér finnst að það er eitthvað þægilega Það var ekkert eðlilega snöggur að svara sko. Þetta er mjög weird Það bara getur ekki verið mamma mín. Það er bara þannig. En hvað er, sko, ég hef aldrei farið í tantranutt. Hver er munurinn á nutti og tantranutti? Þetta er eitthvað svona sexual oljur og eitthvað held ég sko. Ekki það, ég veit sexual oljur, það er svona vond góð lykt og eitthvað. Já, ég veit það ekki. Ég er að velta steinum blá. Ok, með heitri olju og svona einhverja rosalega kynferðislegur orku undir. Hvort myndir vilja mamma en að sýsti maður að nutta þig? Orðum þetta bara þannig. Hendi mömmu það þarf að henda Ester undir rútuna. Ég held ég Þetta er 50-50 bet, þetta er jafn óþægilegt. Ég sé ekki hvað, þetta er jafn vond sko. Það er ekki það sem verra sko. Nú mér líða hræðilega í Ester eða Hildur right now. Fannst þér steindi svarið svo svolítið fljótt? Rosalega fljótt sko. Ég veit að hitt sýsti eina steindu. Ég myndi að taka hana líka frá þetta. Mér fannst þetta bara nóbrenna sko. Máli, ég er búin að hugsa þetta þess. Þetta er 50-50 bet. Ég vil Ester. Já, ég er ánægð með það. Ég vil Ester. Sko, horfðu á Super Bowl drengir? Já. Nei, ég horfði, þú veist svona helmingin. Ég horfði á fyrri hálfleikin og það var leiðilegur leikur. Halftime show. Nei, en sko, ég fekk gæs þá þegar þetta byrjaði hjá Weekend. Djöfull var þetta töff maður. Það held ég að þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og við erum ekki beinni útsendingu því við steindunum komin inn í klefan góða. Og eina pælingin er okkur langar svolítið til að taka svona Valentínusar símtal. Já, þetta er svona, þú veist, það er Valentínusar dag, við erum nú komið inn á það á sunnudaginn. Og það er stemning. Það er stemning, má ég, sko, ég veit ekki hvort við tökum báðum, mér langar að henda fyrir því smá þrautstindi. Já. Ef þú ert til í það. Já, ég er alltaf klár. Mér langar svolítið að hringir sem bara svona alls ekki, þú veist ekki perverst. Nei. En svona takk fyrir það. Já, nei, ég er að tala um gaurin sem átt að leika. Mér langar að hringir og að panta borð á hóteli og þið langar svolítið að krydda upp á þetta með konunni. Já. Hvað ég meina? Ekki hótelherbyggi. Ekki hótelherbyggi? Nei. Hvað er það að bóka? Bara út að borða en þú ert að gefa svolítið í skyn að þið eru að fara að gera meira. Já, ég skil. Jafnvel að fá kokkin til að reyna við konuna og þið ætlið að Ok, þannig að við erum að fara að mæta. Já. Við ætlum að fá okkur að borða. Já. Og ég tek bara að fara að borð. Já, en þú vilt meira. Já, þú ert að reyna að krydda upp á sambandi. Já, við erum að fara, ok. Þá er ég ekki að tíma borga bara það. Hvað segirðu? Tími ég ekki að taka herbi? Jú, já, svona helst ekki. Þú getur alveg gert þetta bara á þínu stað. Já, ég skil, þetta er að vera að krydda upp á þetta. Já, ertu tilbúin? Já, hvert ætlar að hringja? Ég ætla að finna bara eitthvað gott hótel þetta maður sé á. Já, faru og ringt út á land. Við minnstu ofta einhvern veginn. Við náum ekki alltaf að ringjum hérna í Reykjavík. Hótel Selfoss. Tilbúin? Hótel Selfoss, góðan dag. Já, góðan daginn. Er hægt að bóka borð hjá þér núna á sunnudaginn á Valentínsadaginn? Já, við eigum laust klukkan 6 eða 7:30 með 8:30 á sunnudaginn. Heyrðu, ég held að 8:30 væri bara flott. Er ekki hægt að mæta með frúna í bara smá fordrykk kannski áður ef við setjum með barinn? Já. Já, mér líst vel á það. Má sjá, það er 14. sunnudagur. Hvað er nafni hér? Já, Valentínsadagurinn. Já. Það er Bjarni Friðriksson. Og þeir eru 2. Já. Hvað er símanúmerið? Við erum bara leið þarna framhjá, sko, hvað segirðu? Hvað er símanúmerið þetta? Já. 09 Já. 38. Ok. Heyrðu, og hvernig, þetta er 8:30 segir ég, og það er hægt að mæta mikið fyrir og svo leiðis. Já, bara með pláss frammi. Já. Á barspæðinu. Sko, ég var að hugsa að þetta er Valentínsadagurinn. Já. Og okkur langaði svona, mig sérstaklega aðeins að krydda upp á þetta. Já. Hvort það væri hægt að setja kannski eitt svona hjarta eða eitthvað svoleiðis á eftirréttin ef það er pöntuð terta. Já, þið pantu eftirrétt. Já, ef það væri hægt að panta eftirréttin fyrirfram og þetta setja á hann eitt hjarta eða eitthvað álíka sko. Já. Nú veit ég ekki hvort við þurfum að panta herbyggi eða ekki, en er hægt að fá kannski smá svona auka þjónustu að það væri hægt að borga ekstra fyrir það? Hvað meinar það? Já, ég meina í rauninni bara eins og ég segi, við erum að krydda upp á þetta sko. Já. Við dettum nú bara að það væri hægt að fá þjónin eða eitthvað svona kannski til að kvísla ykkur aðinni eða eitthvað svona sko. Já.
Já, væri það hægt? Já, en það væri kannski bara best að þú getur sendt okkur e-mail um þetta. Já, þetta nú... Ég geti áfram senda á... Já, ég myndi kvísla, þú veist, það er rosalega hugguleg í dag. Eitthvað svona, sko. Já. Bara segja henni að hún sé hugguleg, sko. Ok. Herri, ég skal nefna þetta við veitingastjórun okkar og sjá hvað hún segir við því. Hvernig eru hérna, þjónarnir þarna? Eru þeir ekki frekar svona líbó? Já. Jú, þetta er mjög sæst fólk sem vinnur hérna. Sætt fólk? Sæst fólk. Sæst, já. Já. Þannig að það væri alveg hægt að fá kokkinn til að svona aðeins að svona reyna við hana í rauninni. Ég veit nú ekki alveg hvort þeir væri til í það. Smekklega? Hvað segir þau? Að reyna við hana smekklega? Ég get nefnt það við hann en ég veit ekki hvað hann segir við því. Ég get ekki lofað því. Nei. En hvernig hérna svona eftir mati þarf maður að drífa sig út eða? Sko, veitingastjórun lokar klukkan 10. Já. Heyrðu, þá er nú spurningum að hafa þetta eins fyrr. Ertu ekki með borðan 6 líka? Jú. Já. Sko, hvernig það er ekki tekin eitt strangt af því að maður er eitthvað að rápa inn á baðherbygginu og svoleiðis, eða? Það þarf bara að vera með grímu, það er grímuskylda á hótelinu. Já, það er eina skyldan hann núna? Já, og svo náttúrulega bara mega bara vera 20 manns í einu. Já. Inn á baðinu þá, eða? Í einu? Nei, á veitingastjórun. Já. Nei, en ég var að hugsa sko en það er ekkit einhverju svona, það er einhverju klósettverðir eða svoleiðis. Það er konur sem er hérna til þess að spritta á milli gesta. Já, en það er leikir ekki á hleri? Nei. Og það er ekki tekið strám ef við værum að fara þarna, við getum farið saman inn á klósett. Já, þetta er náttúrulega bara skipt kalla á konuklósett. Nú er ekki neitt aðgengilegt bara svona sér baðherbyggi? Nei, við erum ekki með neitt svoleiðis. Já, en mættu við fara saman þá inn á annað klósett, inn á eitt svona bás eða? Nei, það er nú ekki mikið verið að gera það hér. Já, ok, en bara það því við erum ekki með neina gistingu sko, þannig að ég bara spáði svona eftir matinn og eftir tertuna og viðreynsluna, þá væri kannski komið svona smá hiti í þetta. Já, getur það ekki bara keypt ykkur herbergi? Jú, kostar það ekki hálfan handlegginn? Það kostar 16.000, 2 manna herbergi með morgumat. Já. En það er ekki tekið strám, við erum ekkert að fara, sko, við erum ekkert að henda okkur í 69-andinni, sko, það er bara svona keileri, sko. Já, það er náttúrulega líka bara sófi, hérna þið getur nú bara kyrst þar ef þið viljið það eitthvað. Nú, megum við vera í sófanum, en er það ekki fyrir framan alla? Jú. Já, en þá er nú ekki þetta að fara í aðra höfn þar? Nei, en það kannski er þetta að geyma það bara þannig að hann kemur heim. Já, svo sem við erum að reyna að krydda þessu upp á þetta sko, ég veit að það væri svona gaman ef allt gangi upp og ef þjónninn er huggulegur og kvísla kannski aðeins sko, hún sé annari deild en ég og svona hún líti vel út og svona aðeins kannski svona snerti öxl sko. Já. Þá væri komið kannski eitthvað púki í hana sko, í gömlu sko. Þá kannski geta þau bara að gefa eitthvað afslátt á herbygginu eða eitthvað. Já, það meinar. Hvað er eitthvað svona púkaafslátt? Nei, það er bara ef það er bókað svona seinustu stundu þá er oft lægra verður. Er ekki hægt að taka bara klukkutíma hjá okkur? Það er að kaupa hálfan dag. Hálfan dag? Já. Það er þér endar. Það er svolítið langt sko. Já, en það þarf ekki að vera í herbygginu samt í hálfan dag þó það sé leikt í hálfan dag. Já, ok, það er ekki að taka, það er ekki hægt að bara leiða einhver, kannski 90 mínútur eitthvað svoleiðis. Nei, við erum ekki til með svoleiðis. Nei. Og það er kona þarna sem liggur á hleri inn á baði, það finnst mér svo spes. Hún liggur ekkert á hleri, hún er bara að spritta, hún býður bara fyrir framann meðan að fólk er á klostinu. Já, hversu erum við að tala meter frá eða erum við að tala alveg bara uppi hurð? Nei, hún býður einnig bara í móttökunni. Í móttökunni, já, það hljóta að vera alveg einhverju metrar. Já. Nei, ok, já, þetta lætur mann svona velta þessu fyrir sig, sko. Já. Hvað var hálfu dagurinn á? Það er á 10.000. Já, ég er að velta fyrir mig mist 10 skall svo að rándýrt er eitt ránd, sko. Já. Það er bara verið hjá okkur fast verð. En já, þannig að þú ert að gefa mig þarna 2 valmöguleika, það er sófinn eða baðherbyggið. Já, það er, þess að ég veit ekki alveg hvað þú meinar með þessu baðherbergi en það er ekkert í búðin eitt að vera að ganga eitthvað lengra en venjulega þar sko. Það er náttúrulega bara margir sem þurfa að nota klósetti líka.
Já. Nei, þetta er náttúrulega, þetta er allt saman mjög smekklegt. Já, þetta er, ég ætla að hoppa á hana díl. Ok. Það er það sem ég ætla að gera, ég ætla að stökka á þetta. All right. Með þetta hljóma bara eins og sinfónía í mínum meirum, já. Sérstaklega þegar þú sagði mér að frökanin væri svona langt frá, sko. Að hver segir þau? Þegar þú varst að tala að frúin sem er að vinna við að vakta baðherbyggina, hún væri svolítið frá, þú áttu við og vildi meina hún væri alveg á móttökunni, sko. Já. Það finnst mér hljóma svona eiginlega best í þessum díl. Já, ok. Það sé enginn að liggja á hliðri, sko. Nei. Það er ekki tannig, sko. Já, mér líst vel á þetta. Ertu með nafn á frúnni sem allar að þjóninum þá, sem að... Nei, ég var að segja, ég er ekki með vaktaplanið þeirra. Nei, ég veit ekki hver er að vinna. Ég skil, þú kannski nefnir að við einhverja hérna sem er svona, ef það er einhver sem er hress, sko, og sem er bara svona, þetta er nú bara saklust flip, sko, þetta er nú bara svona til að kveiki púka, sko. Já. En ég skal nefna þetta við veitingastjóran. Ég er svona komin til að reyna að krydda þetta svolítið, sko. Já. Mér líst vel á þetta, þannig að ef við rennum með pöntuna, þá er þetta í rauninni borð fyrir 2 eða ekki 6 leiti. Jú. Svo er þetta hjartakakan eða ekki, bara með spruturjóma. Já. Svo er þetta hérna baðið eða sófinn og engin vörður. Ég get ekki bóka baðherbergis fyrir ykkur. Það væri flott, bara 9 leiti, sko. Nei, ég segi, ég gera það ekki. Nú? Nei, við getum ekkert verið að halda því. Er ekki hægt að taka frá eitt bás til dæmis? Nei, við erum ekki með bása. Nú, er hægt að læsa? Já, er ekki hægt að læsa flestum salernum? Jú, en er þetta þá er þetta, sem sagt, það er bara eitt klósett og eitt vaskur og svona, þú veist, þetta er ekki svona básar. Ég var fann að sjá fyrir mig básana. Nei, það er ekki svolítið. Já, þetta verður bara betra og betra. Ég var mjög spenntur að koma. Já, ok, frábær. Takk fyrir að taka mót ykkur. Já, takk fyrir það. Takk æðislega fyrir frábæra þjónustu. Þetta er, ég er mjög ánægð með þetta. Bara takk æðislega fyrir þetta. Halló. Sko, þú verður að afbóka borðið. Það er nokkuð ljóst. Heyrðu, hún hélt andliti alla tíman. Þetta er sigur fyrir Hotel Selfoss, sko, þvílík þjónusta. Heyrðu, þetta var einn besta þjónusta sem ég veit og ég meina, þetta gat hún ekkert, sko, hún gat ekkert gefið skærgrænt á þetta en hún var, sko, það var þetta leðileg típa. Herðu, við skulum ringja og afbóka borðið. Þetta var Valentínus að símtal hjá, ég var að segja bara einum gömlum og gröðum. Ég sé í fjarska yndislega eyjan. Aldrei verður ekki þjóðatíð, drengir, í ágúst. Já, eftir þessa fréttir sem ég var að lesa núna, King Thorlur, sem ég nánast kalla þetta piece of shit í byrjun þáttar, totally redeemed himself núna. Nú hef ég trú á, ég hef trú á eyjum, þjóðatíð eyjum, og ef að Hörður Grettisson félag okkar, kannski bara heyri okkur félagunum og bóka okkur svona þú vilt hafa álverið þjóðatíð því að við erum the shit á þjóðatíð. Hætt að tala. Ég get lofaði því að það verður allt vittlust. Þetta lag kemur alltaf, þetta er Ingo við ykkur með takk fyrir mig og það er komið að spurningakeppni Gilsons. Wow, það er núna? Já. Takk fyrir að vara mig við. Og já, hvað var þetta? King of Valentine's Day, það er Valentínusdagurinn á sunnudaginn. Já. Já, ég menna, það er bara þannig, geti ég fengið smá, Já, það er, við erum bara, þetta er svona smá Valentínus að þema hjá okkur, það er bara... Já, það var símtalaðan. Þetta er risa sunnudag, framöndan og ég... Sko, spilaði smá trailer, því að þú veist, ég þarf að komast í gírinu, sko. Trailer, af hverju? Sko, það er góða fréttir í gangi. Spilaðu góða tónlist og góða trailer. Ég geði 30 sekundur. Nei, mínútu. Nei, 30 sekundur. Is everybody on the floor? We put some energy into this place. I'm gonna need an answer right now. I'm gonna ask a question. I want to see you sweat. I'm gonna need an answer. You got that, you son of a bitch! Það komið að spurningum. Vá, hvað var ekki 20 sekundur? Nei, veist, 35 sekundur og það er meira mínúti eftir. Það er aðeins stutt. Nei, ertu tilbúin? Yes. Ok. En ég skal hafa trailin allt undir. Já, það er ekki eitthvað fyrir þið. Jú, ég eitthvað miklu að vinna í þetta en alltaf leið. En ég hörðu, fáðu okkur sér stuðla á eftir það? Hefur við ekki bara klárað þetta? Þetta voru við ekki að fara í keppni á eftir líka? Flottulega keppni? Jú, settu bara lagið þar. Hvernig, er þið búin að hugsa laga? Já, ég kom eitt. Er það? Sko, ég er að tippa á að teknohausinn sé búin að stilla inn í dag.
Hvað kallar þú hausinn sem að kýs Suck on my lollipop? Sko lagagómurinn allt í henni mysteriously hætti af húma fyrir því og mann sem ég gerir þá I change tactics Sko, einhver myndi halda áfram að spila lollipop Nei En ég skipt taktík strax Það er enginn halda áfram að spila lollipop Málega, King of Valentine's Day Sko málega þetta ekki fyrir mér Valentinsdagurinn ekkert bara rosalega rómantískur dagur líka spurningum var frumlegur og svo frammeðis því að þetta er skemmtilega dagur Ertu að afsaka spurningi? Nei, ég bara veltaði fyrir mér Ég heyri það bara, hann er komin hann er að fara í eitthvað viðbjóð Steinþór, ég var að hugsa hver er favorite hérna og vanalega sé ég strax alltaf hver er clear favorite ég sé það ekki nú ég bara, við ekki henda okkur í þetta Endilega, takk Ætlar að koma konunni á óvart og kaupa sexy nýja nærbuxur sem þú frumsýnir á sunnudaginn Það er enga líkur á því Nei, það er enga líkur á því Hún myndi ekki taka eftir einu sinni Það er ekki bara dömundar sem kaupa sexy lingerie sko Ég er ekki að tala um það Það er ekki sexy undirföld Hún myndi ekki taka eftir því það þurft að vera eitthvað rosa skræbótt Í hverju ert þú Steindi alltaf? Þú bara í einhverjum rungbuxum það? Rungbuxum? Nei, þetta er aldrei í sexy nærbuxum það? Ég hef fullt af sexy nærbuxum Ég sef alltaf hvort þið er bara stöðbuxum Ég hef aldrei fengið smingin lestur frá einu manni og Rúrik Gíslasinni eftirparti á Ásgeiri Kolbeinsundaginn Ég fór í eftirparti til Coldfather og ég fór á Míga með Rúrik vorum tveir inni og hann sagði ekki segja maður að setja í boxer Gilsi og ég bara jú, ég er í boxer, hvað þið verið boxera? Wow, ertu í boxer? Og ég bara, já Ég sagði, hver er þú? Í hver er ég? Versace Ég gilta niður úr sig og hann gilti niður úr sig og hann var í svona Er þetta Sönsaga? Þetta er Sönsaga Það er rosalegt og hann gilti niður úr sig og hann var í svona G-strengs Versace Nei Ég er að segja ykkur Ég var myndað Ég skal sína ykkur upp á skjalla Hvað voru það að gera? Ég tók vídeo og ég sendi á Alfreð og Aron og allir þákinn landsliðun og þetta er svolítið mjög fyndið Þetta fer ekki á Twitter Þú byrjar að tala svo brjátt En málið er það sem Rúrik sagði mig Rúrik vildi meina sem er að fashion icon Neindroppaði fullt af mönnum sem græði og hlátri Hann sagði mig, ertu í boxer? Og síðan grét hann úr hlátri Því að sko, hann vil meina það sé bara gamlega kattar á lagarinn sem er í boxer sko Hann var í Ekki tala ítlum lagarinn, þú ert representa lagarinn Hann var í Versace Já sko, ég er í boxer Já, hann myndi, sko, Rúrik myndi benda og hlæja ef hann segið það En þegar ég fer upp í rúm og heiti konuna mína þá er ég í stuttbuxum Þannig að hún myndi ekki eins og taka eftir þó ég væri í nýju nærbuxum Já, prófaðu að fara í Við erum stullukallar sko Akkur prófaðu ekki svona G-strengs Versace eins og Rúrik Af því ég er feskur Ég veit ekki hvert þetta fara að leita til að kaupa hann Ég ætla að spurja Rúrik Þetta er meir launcha the clip sem við tókum hann á salerni hjá Það eru litla líkur á því Herru, viltu fara í næsta spurningu? Þannig þeir bóðið með nei Ok, sko þarna ég vil að fá Sko þið verður strákað, við verðum frumlegir sko Kaup ykkur sexy lingerie sko Þú búin að kaupa svona nærbuxur eftir að sýnda þér? Er Logi Bergmann mikið í þessu þannig ég getur betur það? Ætlar að splæsa Wow Þetta er greinleika skufur Ætlar að spæsa samlífið upp með kannski til dæmis súkkulaði jarðabörja með nýjum leiktækjum á sunnudaginn Nei, það er ólíklegt Jesus Hefur komið ekki eða litl út úr þessu? Það er ekki eins og bara fyrir sunnudaginn Ég veit ekki hvort að ég sé svona lélugur en ég veit ekki hvað er langt síðan að eitthvað af þessu hefur komið við sögu Við erum bara Ég kaupir ekki bara einhvern rassaplögg eða eitthvað Við félagarnir Við bara dettur ekki í hug Við félagarnir erum náttúrulega bara þú veist, við erum með krakkana heima og allt þetta og morgun á sunnudaginn sko. Jó, ég get svo sem keft eitthvað súkulega eitthvað, ég veit ekki en svo er það bara ekki þess að það gerist eitthvað á sunnudaginn þó að sé valentinsdagur, þetta er drullu sama þetta í Logalandinu Ég var jafnvel að spá í að leigja bara Bubba á tónleikana sko Ok, sko Það er svolítið stórt skref að fara úr honum í eitthvað annað Sko, ég er ekki að vera leiður Þegar ég konum með búið Nei, það er 0-0 Þú ert líka með Þetta eru líka svolítið erfiða spurning Ég veit að sé ekkert margir að hlusta sem væri konum með 2 púnta Nei, þetta er satt alveg vel vandræðilegt Ok, á að setja grislingin í pössun á sunnudaginn og taka marathondag í beddanum Nei, því miður Það er ólíklegt Þau eru punktalösir eða Já, við erum búin að segja þrísvar að við erum ekki með pössun Ég hef aldrei séð svona Það hefur aldrei séð svona Það er eitthvað svo skrítna spurning Stendi, rosalega erfitt að fá pössun og þú getur ekkert mál að fara pössun og þú fara á okkar fyllir í alla helgina en síðan þú taka marathondag í beddanum það er rosa mikið vesen Já, það er náttúrulega vesenni Við fengum pössunum daginn Við erum búin að fá pössun tvisvar
Fyrst fórum við í matabóð. Það er rosa veist að þú ætlar að gera fyrir marathóndagi bettanu. Þá er þetta í norðu veist. Svo fórum við til Húki Búki. Og bæði skiptin var litla vakandi allar nóttina og ömmurnar brjálaðar og allt í rugli. Þannig að þetta er bara ekki sens. Ok, það er 0-0. Þetta er eiginlega, ég veist ekki hvað, ég þurfi punkt sko. Já, slöfa þessu bara. Heldur þú að fá standpínu á sunnudaginn? Þessi var ný. Þessi var agaleg. Hún kom svolítið svona. Svo lítur þetta svo í út þegar maður hlæra þessu. Hún kom svo óvænt maður. Ég bara veit það ekki. Það er 50-50. Þessi kom óvænt maður. En ef það gerist þá tengist það ekkert endilega valentínus á deginum held ég. Hvað er í anskotar að tengist það þá? Ég veit það ekki. Bara hvað, ég meina, ertu búin að fara standpínu í dag? Í dag? Nei, ég er bara með ykkur í dag. Já, ég meina að það er gest. Kúlið kann bara fá okkur að geta og eitthvað. Fara við stöðuna. Ég veit það ekki. Sérstaklega að fengja hann harðan á áður sem að undirbúa kúli. Ég veit það ekki. Já, það verður spes. Ok, það er 0-0. Þetta er ok, nú þurfum við punkt. Sko, þetta er nú er ég gefið ykkur punkt. Þannig að við erum hinskilnir. Er það spáið að senda limmynd a la Richard og segja jæja Ástin, þá er kvöldmaturinn klár. Nei, en þú verður átt að einu. Að ég að horfa núna, við erum með glugga á Suðurlandsbrautinni. Ég sé bara að það er hörku umferð. Það er fullt af bílum. Ég að hugsa bara ef það eru gríslingar aftur í vakandi, það eru bara gríslingar, skilur við, og bara þetta er rosalegt. Ég er ekki bara að senda eitthvað, þetta er maturinn í kvöld. Það er ógeðslegt. Steindi, ef þú segir já, þá er 1-0 fyrir þér. Ég veit allt hvað staðan er ef ég segi já. Ég segi nei. 0-0. Og ég ætla að taka upp hanskan fyrir Grey Rikka. Hann setti ekki inn þetta maturinn og allt þessi. Sko, 3 eftir. Það er 5 spurningar. 5 spurningar eftir? Nei, 5 búnar, 3 eftir. Já, Jesus. Hvort finnst þér líklara að A, það verði huggulegur rómantískur blómvöndur á sunnudaginn, eða B, lemur? Jesus, blómvöndur. Já, blómvöndur, bara blómvöndur, alveg staðfast. Og ég veit ekki hvernig að gefa skór með þetta. Hvað, fáið punkt eða? Þú sér þetta. Þú varst dómarinn. Nei, ég var búin að þetta er góð spurning, en ég átti að mig hvernig að skóra þetta. Viltu ekki bara gefa okkur punkt? Nei, það er ekki punkt við limin, það er 0-0. Þú er 2 eftir. Það er aldrei verið 0-0 eftir 6 spurningar. Ok, nú þurfum að vera completely honest. Heldur þú að fara í romantískan hlutverkaleik á sunnudaginn? Nei, það er enga líkur að Steindi, þú klæðið Sigrún upp sem stöðumálabúning til dæmis. Nei, ég er ekki að fara að gera það. Ég get reddað stöðumálabúning með einu símtal. Hvernig getur þú gert það? Og þú getur látað hann lappa íbúðuna og setja sekt á. Þú getur sekta hluti. Bara lampan og sjónarpið og Nei, það er bara kemur 0 til þegar hún var að fara að sekta hluti heima. Það myndi bara mesta törn á sem við veitum. Ég er byrjað að sjá Sigrúnu fyrir með íbúning. Ég get eiginlega sagt ykkur það. Ég get líka bara verið hreinskilin við ykkur að hún er bara ekki hugguleg í þessum búning. Það er bara hana, hann er einhvern veginn allt á stóra og allt í rugli. Ég er að fá búning sem passar. Viljum maður geta, það er enginn að fá punkt hana? Nei, það er ein eftir. Þetta er galin spurning. Ef þetta er næsta spurning, þetta endar á 0 líka, þá er fyrsta skipti sögunni sem að keppnin endar 0-0. Já, það er rosalegt. Skellur. Hefur Gjalla sagt við þig ok, wow, shit, Steindi er ekstra fastur á valentínusdegi. Miley Cyrus hér á þessum yndislega föstudegi 12. febrúar og mánuðin nánast hálfnaður. Eru þið ekki bara nokkuð brættið, drengir? Jú, við eiginlega bara gætum ekki verið betri. Nei, tíminn er fljótur að líða, hún er að verða 5:30. Já. Við lofum flottulega keppni og ætlum í hana hér og eftir. Við erum búin að svíkja hlustundur oft með henni og hún er hér, bara næsta innkoma. Hún er klár. Ég er að stefna, sko málega er, ég minn ég þetta í dag. Nú ætla ég að fá Tomorrowland, Techno, EDM hausinn úti, þegar ég síma það að hringja. Eru margir þannig að hlusta það? Já, sko ekki vann með það krát, sko. Ég er með fullkominlega, ég er að fara að dýfa tanni ofan í teknoheimin líka. Já, sko, ég set alltaf bara lag sem ég myndi fíla að hafa undir. Já, ég hugsaði bláðan ég elska þetta lag. Ég hugsaði bara, hvaða lag er mesta stemningslag sem kemst í þú labbar henni flugvél með þessa fréttur. Mér datt þetta lag í hug og það er svona, ég er að dýfa litlu tónni í teknoði. Já, ég er með sterkt lag líka, en áður fyrir mig flottulega keppnina, þá minni ég á að Keiluhöllin er að sjálfsögðu opin þessa dagana. Það er búið að hólfa allt niður og þeir eru konum með
með sprayið þarna frá Ingo, ég veit ekki hvað X-Miss. Já, og svo það þannig að þú ferð á Shaken Pizza og kaupir 2 pizzur og farið 3 frýtt. Það rosalega. Já, ég sveimi þá sko. ef ég sæki ekki Shaken Pizza í kvöld, sveimi þá. En eru þið tilbúnir, drengir? Við erum klárir. Hvar eru þið á, er það Gummi Ben pizzan eða? Ég að vera pínu áður henni, sko, menn þetta allt gott hana. Ég er mikill Banderas maður. Já, Banderas er geggjuð, mæli með henni. Það er rosa C.J. fyrir það, en það er allt frábært hjá hann. Herru, en það eru sturlaðar staðreyndir og þær hafa ekki verið núna í 2 eða 3 vikur því að það er búið að vera svo mikið að vera hjá okkur. Patrik er heimi, eða Patti eins og við kallum að mætti einnig síðust. Við þurfum eiginlega að fá hann aftur, djúðlan skemmtilega. Já, hann var ógeðslega skemmtilega. Og ég var líka til að fá Binna og Bassa og allt gengið. En eru það ekki þá verulega sturlaðar? Nei, það er bara ekkert eitthvað ekstra sturlað þó að það hafi ekki verið í 2 vikur. Er það ekki svo bara rauðvín? Það er bara eldist betur? Nei, þetta er bara eitthvað sem ég segi fyrir 3 vikum og hef ekkert náð að koma þeim að. Eru þið tilbúnir? Já, við erum klárir. Fyrsta, það er ein hrossaskítur fyrir bæði ykkur og hlustendur að reyna að nappa. Fyrsta sturlaðastaðreind dagsins. Sæljónapör heilsast á hverju morgni með faðmlagi og dansi. Já, það er eitthvað fallegt. Já, ég nefnum alltaf heilsa konu minni þegar ég vakna, sko. Hvað þá að fara að dansa fyrir hana? Akkur nefnum ekki heilsinni? Já, maður er bara morgunfúll. Þetta heilsa henni, ég sagði bara svona, sko. Ertu morgunfúll? Já, ég er þú ert svolítið morgunfúll. Já, það hefur samt, sko, skánað með Tedda. Því þegar Tedda er komin upp í rúm, þá getur maður ekkert einhvern veginn legið og ekki neitt að vakna. Nei. En kannski er líka orðin verri af því að maður er að vakna á nóttinni. Er King Teddy að vakna á nóttina? Já, samt ekkert mikið. Einu svona tvisar kannski. Ég er í því ferli núna maður. Það eru tennurnar og allt þetta, sko. Svoleiðis? Já, ég sef aldrei. Þú sefur hvað sem ekki, þannig að það skiptir ekki máli. Nei, bara 4 tíma á nótti. Næsta sturlaða staðreind er mögnuð. Því að, drengi, við erum allir miklir aðdáendur Lethal Weapon. Já, rétt. Danny Glover var 41 árs. Já, gamall ég verði á þessu ári þegar hann lék í Lethal Weapon 1 og sagði I'm too old for this shit. Þetta er eitthvað svona þegar ég heyrði þetta, ég var bara nei. Það er basically eins og ég var að leika í Lethal Weapon núna á þessu ári og myndi segja I'm too old for this shit. Og þetta gerð þá komin í það, sko. Já, þú veist, hann leit út fyrir að vera 60 maður. Er það ekki? Sko, okkur til varnar það átt hann 50 saman í myndinni. Minni mig. Yes, já. En þú veist, hann var líka, þú veist, örgulega það var sminkið var búið að setja smá grátt í hann. Já, hlýtur að vera. Það er rosa, too old for this shit. Þeir segja Black Don't Crack, sko, það er alltaf unglegir, sko. Ég held að hann var 69, 72, retiring, sko. Já, hann var 41 árs í Lethal Weapon. Það er svo það er. 72? Danny Glover, helviti langt sinni maður sá hann í ykkur. Hann þarf að hendi hittar núna. Já, he needs a hit. Já, það er hann ekki bara. Já, þú veist, eða hvað, er hann ekki bara svona nýraður? Það er hann ekki bara comeback, eða? Nei, ég held að það sé bara góður eitthvað staðar. Já, ég held að líka, er hann ekki bara að skoða legsteina? Nei, herru, næsta, samkynniða mörgæsir stela eggjum af gagnkynniðu mörgæsum og ala upp börnin og skipta þeim á steinum. Herru, Silent hérna, hvað eru búin að vera í útvarpinu í 10 ára? Þetta er ekki ég og þetta er ekki Steindi. Þetta er þú, þetta, sko? Nei. Þú varst að drullið við sjálfa það, sko? Ég er með á Silent. Það skulda kassa bjóri það? Kvikmyndasetti? Ói, þetta var minn. Herru, ég tekið þetta var þinn, þú varst að lesa yfir okkur, þetta var þinn, þannig að eila K.O. Já, það er stela mörgæsum. Já, ég hef alltaf verið mjög mikill mörgæsaða maður, sko. Já, þetta er geggjaða myndir það, sko. Ég var mörgæsinu á balli og ég elska mörgæsir, en nú er ég... Varstu mörgæs á balli, okkur? Ég fekk lánaðan búningin á Íslandsbanka eins og hann að Georg og fór á balli í MK. Ok, skrifin. En sko gistir í svítinu. En nú er ég, þetta er ekki, minnst þetta er skemmtilegt að stela börnum vera leiðilega fættir. Það er gott að heyra, því finnst það ekki eðlilegt. Ég var alltaf mikill mörgæsa maður, sko. Ég var í The Penguin Suite hjá The Poop. Þú setti mig í The Penguin Suite. Ég setti ekki reyna suite, ég pantaði hann selv. Á Hótel Rangá. Það er rosalegt. Já, finnst þér ekki líklegt, ég hef bara borgað hana fyrir hann. Og Kim Kardashian var það, hún var að fá þetta gamla frá Kanye eða, sko. Fólki sem klæjar mikið er sneggra að fá það. Klæjar þetta mikið, drengir? Nei, ekki. Eru þið kýlnir? Já. Varstu snöggur að fá? Nei, það er svona bara aðlega myndi ég halda. Ég veit ekki hversu lengi þið eru að fá. Hvað er aðlegt? Ég veit ekki. Ég svona er maður ekki komið bara svona nokkuð fína stjórn á þessu. Ströldlega sár. Karlmenn ljúa 6 sinnum á dag, konur 3 svar. Hversu flókið að fara í gegnum daginn og svo ljúa, er það eitthvað vesen? Ég fór einmitt að hugsa þetta þegar ég las þetta. Ég held ég ljúa ekkert 6 sinnum á dag. Hver er þetta að ljúa? Ég veit ekki hvað það ljúa, bara, hæ?
Ég ætti að tala bara hvað er klukkan. Já, ég held hún sé 6 en hún er 4. Nei, meira þetta ákveðin lígi hjá þér. Já, fólk að ljúga. Maður mæti bara, heyrðu gæs, ég var að köpa með 4 hjól. Já, þetta er basically eins og ég myndi spyrja hvernig gekk í rauðin og klökum í gerð. Þú myndi segja að það var geggjað, en þið fannst það kannski ekki geggjað. Já, það var þetta þátturinn í gerð var rosalega. Já, ég er ekki, ég er basically að gera þetta. Við vorum til 2, sko, ég þunnur, sko. Við vorum til 2 nótt. Þunnur, búin með 3 bjóra þarna. Varstu með einhver headshot eða? Nei, ég var hræðilegur. Ég var alveg glataður. Þetta er ekki að bæta þig neitt eða? Nei, ég verð verri og verri. Það er bara þannig. Ég er ekki Hvernig tekst þetta? Já, ok, hvernig er það hægt? Sum dýr laðast kynferðislega mannfólki. Og þetta er algengt hjá hænum. Hænum? Hænur laðast víst kynferðislega mannfólki. Það er rosalega. Þannig að vera í hústyrkarinn og sérð hænu. Það er ekki endilega að segja húst bara að þú sérð hænu. Og henni finnst þú sexy. Nei, ekki öllum. Þetta er helviti speð, sko. Ég vil að kalla horse money og hæna. Já, við kaupum þetta ekki. Hvernig veistu það líka? Hæna getur ekki sagt neinum. Nei, það eru vísindamenn búin að rannsaka þetta. Sum dýr laðast kynferðislega mannfólki. Ég sveit svo mikið spurningamerkjar á síðu sem þetta segja. Og hænur. 18 ára einstaklingur er aðeins hálfnaður í heilaþroska. Á meðan þegar líkamlega þroski er kominn þá er hann aðeins hálfnaður í heilaþroskan. Erum við alveg orðnir heilaþroskaðir? Nei, við erum langt frá því en svona við ættum að orðnir það held ég. Og svo var það síðasta árið 1950 var aðeins 22% fólks eldra en 25 ára á lausu en í dag er það yfir 50%. Já, fólk er ekki að festa sig í þetta. Nei, það var meir það í gamla dag. Já, gamli skólan bara gifta sig 20 og nú er það aðeins öðruvísi, sko. Já, fólk að hafa business before pleasure. Og tjá nokkara vini sem búin að skilja 3 svar, sko. Þetta er aðeins öðruvísi í dag, sko. Ég mætti í 3. brúðkaupi og manni. Já, það er ekkert vesen. Nei, það er bara fallegt. Því fleiri því betri. Ég elska bara í brúðkaup. Það er samt algjört vesen, náttúrulega. Nei. Jú, þetta við erum ekki að hvetja til þess. Ég myndi ekki nenn að skilja 3 svar, það er bara þannig. Og rednaði. Já, ef þú halda áfram að hækka, ef þú fáum meira bóluefni þá er það þannig. Þá spyr ég hvað er svona að kjafta það er það hænur vilja gefa okkur hérna gamla skólanum er alltaf mest að kjafta þessi ég er sammála með hænundar. Nei, fólki sem klæjaði mikið er ekkit endilega snegra að fá það var kjaftaði þannig að hænur laðast kynferðislega að það er sérstætt. Nei, ekkit allar hænur. Ég sagði til dæmis hænur stundum. Þannig að það var ekki rosaskittur hér næst fyrir við flottulega keppnina en talandum flottulega keppni og flott lög. Nei, herru, ekki gera neitt á það sem þú ert að gera, Egill. Verður bara kjur. Nei, ég er. Hvað ert að gera? Já, ok. Já, ok. Þú að spila af Spotify. Yes. Það hætti það, það slöpp á þínu. Þú varst að fara að DJ. Nei, ég vissi ekki, ég var tengdur. Já, herru, þú varst að bara fara af þessu. Ok, ég skýtt ekki. Hvað er ekki stress hérna. Það átti að vera töff, talandum flott lag og svo ætlaði að gera þetta. Ok, þið prófa nú. Já, talandum flott lag, flottulega kenna næst. Nei, þetta var agla að kenna ekki. Hárrétt, það er Keiluhöllin Ript og Túborg Léttul sem fær ykkur FM 95 blöð og já, það er komið að dagskrálið sem hefur ekki verið í góðan tíma núna hjá okkur hér í þættinum og það er flottulega keppni. Við lofum henni í dag og Egill, Egill vildi meina að við hefum verið að fá einhverja rosalega góða fréttir í dag. Við vorum að fá góða fréttir, sko. Já, væga sagt góða fréttir, menn við bólusettum allir líka fyrr. Það er góða fréttir fyrir alla, ekki bara alla. Þannig að við ætlum að vera með stemningu í flottulega keppninni. Besti fréttir sem við fengið. Og svo ringir fólki í 511-0957 og fyrstur upp í 5 andkvæði vinnu keppnina en ekki ringja strax. Nú man ég ekkert hvernig ég svari þetta kepptaði maður. 10 years. Ég hlýt að finna út af því. Var það ekki, nei, hvað er það áttur? Ég líti bara línun held ég. Er ekki þetta 11 years? 11 ára tökur. Þetta er allavega 5 gómarinn eða ekki? Já, 511-0957. Þú hlýtur að kunna svari sína. Það er 3 alltaf weird, sko. 3 eitthvað. Ok, þemað er hvaða lag ertu með undir í headphoneunum þú ert að detta í flugvélina í fyrsta sinn eftir COVID og þá leiðir í sólina í tenni. Steindi, ég ætla að leifa þér að byrja. Já, það er alltaf erfiðast að byrja en það er greir honor að fá að byrja. Já, ég man að þú ert með sterkt lag, sagður þannig að þú getur að loka þessu ef þú byrjar þetta sterkt. Já, það er alltaf erfitt að byrja en ég er með sterkt lag, það er hárétt hjá þér og ég líti á þetta bara þannig, drengir, eins og vorum að tala um að ég er nýbúin að láta flugfreyjuna rífa flippan af miðanum og ég sá fyrir mér leið og ég lappi inn þá fæ ég koktel. Niður rampina? Nei, það bara, inn í vél. Já, inn í vél. En er mikið verið að rífa miðana að það er inn í vél eða? Já, ok, kíkja á sæti. Já, eitthvað svona, en þú lappar allavega inn. Ég sé bara fyrir mér að mér er réttur koktel, ég sest bara niður
Og þetta lag þegar ég er lappin, ég fæ koktelinn, það jafnvel einhver hönd sem kemur allt inn og lætur mig fá síkó líka. Það allt í gangi. Já, ég tek eina síkó og koktel í velin. Já, ég tek eina bara for all time sakes og málega þetta bara svona, þetta stemningin. Bara leið og ég að playa þetta, þá ég að lappin að fá drikkin og að fara að setjast. Og kemur hér. Ég var mjög ánægð með þetta var. Já, ég út að gera góða hluti nú á stendi. Málega það má ekki gleyma því drengir að þetta lag, eins gamalt og notað lag, þá þetta lag algjört masterpiece sko. Já, ég gerði það, oftast rakkaði niður í þessari keppni en ég dætti í kýrin þarna að ég var að lappin í flugvél. Þetta nefnilega masterpiece, fólk verður bara að taka á kassan. Já, ég meina þetta ég bara ánægður að þú vinnur þetta í rauninni þetta ekkert eðlilega gott lag Þá það næsta lag, fólk byrja að ringja en það ekki búið að heyra öll lögin. Já, málega það gott lag að fólk byrja að ringja. Ég skil alveg hættulegt. Egil, viltu vera næstur eða síðastur? Já, þú mátt að ráða bráðum þú mátt alveg setja mig næstan eða síðastan en þú gefa flying red Já, þá ætlum ég bara að setja það næstan. Ok, þetta alltaf mjög frægt lag sem allir þekkja í glænýjum nærbuxum og þetta glænýtt lag og fólk þarf að hækka í bílunum þarf að keyra því að þetta alveg bassi þarna. Og hvernig sér þetta fyrir þér? Hvenær lagið? Því að mitt ekki þegar ég að setja þessi sæti ég ekki svo steinda. Ég að labba niður rampin. Ég að labba the cockwalk það tekið meðinina skanna sér labba í einn niður rampin. Allir aðrir komnir inn en ég ekki fastur þar og þannig að lagið þegar þú stoppar það þá ég að vera að setja. Þetta ekki með það sem að sama stendi. Tilbúin að tilla mig niður með koktel og síkó því möður. Þú ert að labba niður? Já, ég er að labba niður rampin. Ok. Það komin inn í velina sem sagt. Núna ertu að fá þig koktelina. Rétt. Já, þetta var helviti hart lag. Já, þetta var grjótart. Og enda að byrja að tala yfir droppið Byrja að tala yfir droppið, það fá bara alltaf 40 sekundur. Það gilda svömmur regluna þig, ég var búin að segja þér það. Segði þetta mínúta á hann en það bara svo það Nei, það var að tala 40 sekundur en ekki það að við verðum að eyðileggja neitt fyrir þið, lofa þér. En fínasta lag. Já. Hvað ætlar að koma með þetta? Ert þú í techno heiminum líka? Já, en ég er í old school techno Kraftwerk? Way back, nei En ég er ekki á sama stað og þú Stendi, ég er ekki komin og sesti með koktelin en ég er samt ég kom með bjór en það er ekki verið að rífa af miðanum hjá mér. Ég er sestur í sætið og hún er að hafa sig á loftvélin þegar mitt lagt eftir hinn og þá myndi ég hafa þetta hérna Basically, ég var free. Já, þetta er erfitt Erfitt fyrir hlustundu. Ég Það er 511-0957. Við skulum ekkert gíska á neitt. Nei, fyrstur upp í 5 atkvæði og ég vona ég sem þetta rétt hérna. FM, góðan daginn. Halló. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn. Hver fær þitt atkvæði í flottuleikkeppninni? Gilsari. Gilsari. Takk meistari. Komin á blað. Thank you. Egil, það er 1-0. FM, góðan daginn. Já, það er hann Skýri. Það var gott að veistu hvað? Ég breytum taktík og ég kom með 2 punktar. Já, taktu maður lollipop aftur næst maður. Málega er að ég hitaði upp með Sandstorminu og svo I like to move it í nýjum ariðum að koma stertinn. Ég var með I wanna feel so free, maður að komast að landi í fyrsta veginn. FM. Halló. Já, hver fær þitt atkvæði? Já, sem atvinnulag þá þarf ég að gefa Skýri. Ég elskar lagagómin. Ég elskar lagagómin. Respekt á lagurinn. Thank you. Og við tökum næsta. FM. Hér á FM, hver fær þitt atkvæði? FM. Steindi. Sandstorm. Þið sögðum þess að sjálfur drengir Blue er að fara að vinna þetta. Sandstorm komið á blað. Ekki með ástalegi FM. Já, góðan daginn. Já, góðan daginn, hver fær þitt atkvæði? Það er King-lagar gómur Skýri. Já, djúvöldlega því. Lagurinn er að koma sterkur Þetta var sami lagagómin. Nei, ég er bara aktiv þetta lagagómin. FM. Hver fær þitt atkvæði? 4-1. Hér á FM. Gilsarinn, allir aðrir sem velja eitthvað annað eru piece of shit. Jesus, ég komst ekki að pakka þessu saman.
Ég pakkaði saman Viðbjóður var þetta Spilum við ekki sigurlagið? Jó, við verðum að gera það Ekki spiluðu eftir, við spilum auðlýsingar Mér fannst þetta lag líka bara vera Já, spilum all lagið heilt og eftir Sigurlagið Er ég ruglað? Mér finnst þetta sísta lagið Já, það skeina þér Já, ég kannski Ég held, drengir, að þetta sé uppáháls tónlistamæður minn í heiminum í dag The Weeknd, Save Your Tears Já, það er bara svoleiðis Það er ekki aður Ég get ekki töða yfir því, tómaður Já, þetta er einhvern veginn alltaf að koma ný lög frá honum og þá er maður svona peppaður Hver, þetta er þetta góð spurning bara Egil, hver er uppáhalds tónlistamæðurinn í dag eða hljómsveit eða Wow Timmy Trumpet líklega Timmy Trump, já, DJ-n DJ En hann er samt ekkert að gefa út eitthvað lög og svona Já, hann gaf út svona 23 lög 2020 Nó, fyrir ekki það Ég er bara, hef mistað þeim einhvern veginn Já, ég veit kannski ekki að Ég er að followa aðra playlist að þú, ég er alltaf Já, það eru playlistar Já, ég veist, en þú veist Er hann að gefa út sín eigin lög eins og Guetta? Já, bara svo allir sem gefa út lög á Spotify Já, ok Þannig að ég held að öll mín lög á playlistanum Leður á Spotify sem er besti playlisti og hold time fyrir gimmið Það er rosalega playlisti Já, hann kann þetta sko Ég skal setja hann á Instagram og swipe up link fyrir þess að vilja bæta þessum playlista fyrir gimmið inn á hjá sér Hver, ertu með Cozy Blöð hjá þér á Já, það er, já, ég er að followa Cozy Blöð sko Ég er með að follow frá mér sko Hvað er langt síðan þú hlustar á Cozy Blöð á Spotify? Það er 4-5 álíklega Steindi, hver er uppáhalds? Ég er að spája að fara að henda, þetta er góða punktur Ég er að spája að henda í The Greatest Playlist of All Time Ég ætla að taka tími í það En uppáhalds tónlistamæðurinn eða hljómsveit? Bjartmar Guðlaugsson Já, það er bara Bjartmar Já, Tindakísla og Wu-Tang Herðu, Bjartmar, við erum nú byrjað að undirbúa seríu 2 Það er ekki geggja að fá Bjartmar í tónlistamæðurinn nokkra Já, ég minnst ótrúlega að það sé ekki seríu 1 Já, en það vantar nú nokkra kongaðana Stebba Hilmas, Siggu Beinteins Já, Bjartmar er náttúrulega Bjartmar sko En svo er, þú veist, já, en nei, svona, þú veist Þegar þú varst að tala um uppáhaldstónlist Þá hugsa ég líka svolítið hvað ég svona elst upp Ég er náttúrulega hlusta Já, en ég var meira að tala um, veist, náttúrulega Weeknd er ekki uppáhaldstónlist Men ég er að tala um í dag Í dag Já, ef þú býður eftir að koma nýtt lag frá þessum Þá er það Bjartmar sko Hann er að fara að koma út með plötu sko Ok, hvað En er með fullri vinningur Bjartmari Þá hafi ekki verið lög sem að þú hefur verið að hlusta á síðustu ár með honum og þú býð eftir því Já, sko Nei Alltaf að peppa Bjartmar En er engin tónlistamæður svona núti sem að þú býður bara að koma nýtt lag hjá? Nei, eiginlega ekki sko Það er bara Bjartmar Ég hef ekki sérstaklega gaman af tónlist sko Eða þú svona þannig sé sko Ég bara fílar ekki tónlist og nennir ekki að borða og hún nennir ekki að sofa Nei, hún er bara alltaf Hún er alveg góð Veistu hvað, mér finnst tónlist ömuleg Er það bara kaldur og kynlíf hjá þér sem að gauðir í þér? Nei, veistu hvað Þú veist þessu Valtibjörn Já, mér finnst tónlist ógeðslega léleg Nefnum hún sé spilu hátt sko Tónlist á að vera spilu hátt Fyrst mér Já, en það er eiginlega eina sem ég set eða svona mín 2%. Já, frábært Blastar aldrei í lúksusbílunum átt að keyra? Ég yfirleitt keyri í þögn En ef ég Bara í þögn? Já, Nei, þú ert alltaf í símanum Já, í símanum með eitthvað svona En ef ég er að hlusta tónlist, þá hlusta ég að blasta hérna sko Það er engin maður sem hefur hringt jafn oft í mig Sen ég kynntist honum og Steinþór og Steinþórsson Hann hringir ef hún er leiðist Það er eins og hann get ekki, þú áttu erfitt með að vera eitt Já, svona, þú veist Það er veit Já, mér finnst ekkert svo gaman Svo náttúrulega, en herru, ég er að gleyma Keflavík maður Keflavík, já, býrðu til lagi frá þeim Það er mín hljómsveit sko Var einhver að senda þér? Nei, ekki neitt Það er bara, þetta er alltaf Ég er örgulega að gleyma fullt af liði En sko, eins og ég segi Ég keyri yfirleitt þögn En ef ég er í alveg ekstra góðum gýr Þá tek ég tónlist og ég blast hana sko En veistu hvað ég geri? Þetta er svona sag Ég vel yfirleitt bara svona 3-4 lög Og ég hlusta bara á þau Í svona mánuð Og svo Ég er svolítið með þið þar sko Svo hlusta ég bara okkur önnu 3 í einhvern annan mánuð Ég hlusta ekki á svona einhvern veginn Ég er aldrei að hlusta á allt Ég ætla bara að hlusta á þessu 2-3 lög Og ég ætla að hlusta bara steady En þú æfir ekkert En þú ert ekkert með eitthvað gimtónlist Þú ætla bara að hreyfir þig ekkert Og gerir ekkert Nei Þú ert góðan playlist eftir ræktina Fári ræktina og bara stimpla þessu út Er það besta sem þú getur gert Það er staðfest Maður tekur oft harðar æfingar Oft ég finna að ég er með eitthvað hljóðbók á Versus bara, leður playlistan Þú veist, maður er harðar með góða tónlist Versus eitthvað svona cozy hljóðbók En ég er stundum með cozy blöð á þegar ég er að lifta Já, það er eitthvað bara svona Finna eitthvað dark place in my life Kerðu leðrið í gangi, ég lofa Já, ég veit að ég mun gera En það hjálpaði mér ofta að heyra eitthvað svona gamalt rólegt lag sem ég dýrka og tengi það við eitthvað slæma minningu í lífið mínu Það peppa mig Hvað er þið versta minning í lífinu? Ég hef alveg nokkra sko Eitthvað söðukrokki, eitthvað rugli Snottast náttúrulega Já, það er að snottast fór Það er svo sem ekkert lag sem ég tengi við það En ég nenni svo sem ekkert að klára þáttinn heldur á því að ræða það með slæmu hlutin í lífið mínu En það er alveg nokkur lög Það var
punkturinn. Hvernig er helgin, drengir? Herðu, eitt sem ég langar að bæta við það er að ég hlusta meira á podcast held ég en tónlist en, veistu hvað, þegar ég fór út ég tók einhvern tíma svona smá sísona sem ég fór út að hlaupa og veitu hvað, þá downloada ég appi sem ég mæli með því sko, þá það er svona zombie app og þeir eru, þú veist, þú fær út að hlaupa kvöldi til og þú heyrir í þeim bakvið eitthvað svona út allt og svo heyrir að koma nær og nær, þetta er svona app sem á að láta þið sko skokka, spretta það sé zombies og þú ert með þetta í botni og þetta er mjög óþægilegt sko og ég mæli með þessu, þetta er svona skæð, þetta hvetur mann á Egill, ég ætla að byrja á fyrirliðanum, hvernig er helgin? Hún er ekkert eðlilega busy. Busy? Það er gott að ég nóg að gera. Nei, hún er ekkert eðlilega busy sko. Þú veist, á morgun er engaþjálfaratinnu með hressu engaþjálfarunum í sporthúsinu. Bestarinn að vera að mæta það? Bestarinn alltaf er ekki engaþjálfari í sporthúsinu sko, en það er geðvegt að fá hans sko. Ég er hann að bjóða sko. Og síðan á sunnudaginn er ég að fara í brunch í Bláa Lónu kl. 11 og fer onni í Lónu kl. 12, það með a couple of beers þar. Fer heim, síkópása. Og það var valentínsdagunni í rómatískur. Og svo er og svo á kvöldi Hildur systir ammæli, þannig að það er dinner á mathúsinu kl. 7. Þetta er mesta busy helgi aðeins mér. Sko, þess að ég segja ykkur áðan og þú maður ræði þetta áðan, með hittast hann á morgun, ég er bara ekkert eðlilega mikið að gera. Þú ert ekki bara að hitta okkur? Ég hef ekki tíma. En þið finnst busy að vera að fara að detti í það með einhverjum engaþjálfum á morgun og fara svo í Bláa Lónu lög, það er ekki busy. Nei, síðan er líka, sko, síðan er ég á haus í vörk líka, ofan á það, sko, þetta er bara ekki taka það fram, sko. En gerðu það fyrir okkur, vertu í Bláa Lónu og ekki vera í tölvunu og símanum að vinna. Ég ætla að fá mér einn jökulkaldan beer í Lónu. Já, ég segi að þú ert að fara með konun í Lónu, þú ert ekki að vinna líka í leiðinni. Alltaf sé ennþá þetta málega góð að vera með pregnant lady, ég með drivers. Já. Er ennþá þessi regla í Lóninu að við bara fá 3 bjóra per arband? Þá getur við tekið 6. Hún má ekki fá sér í glas. Nei. Hversu góðu verður þessi sunnudag? Þú getur líka bara að fengja Long Island Iced Tea eða eitthvað. Því líka að veistla sér að fara í hann á sunnudag. Ég er bara að hengja með veikan á mánudag. Það er ekki bara beint í Jagerinn. Er Jagerinn? Þetta eigið. Jú, reyndar, ég er ekki sjálf að mér sko. Er Jager í Lónu? Já, ef ég verður með driver og ég verður í Bláa Lónu, ég myndi að segja, ég ætla að fá Jagermeister, 2-fattan. Herru, við erum að detta út á tíma hérna, ég ætla að Egill, ég lofa þér einhverju, ég stendur loforð. Alltaf að spila the winning song. Við verðum mættir hér næsta föstudag með fullan bát eins og alla föstudag núna. Takk fyrir hlustunina í dag og eigið þið góða helgi. Hér kemur sigurlagið í flottulega keppninni. Thank you.